Þú ert að hlusta á 2 kalla. Þorsteinn Vaff Einarsson og Haukur Bragason. Þetta byrja bara vel. Sælensamil. Ætlar að kötta þetta eða þátturinn byrjaður? Oh my god, þið ættu að vita hvað ég var lengi að reyna að funda þetta. Svo leið og ég ætla að transition og fattaði ég. Nei, ég get ekki lækkað tónlistinni. Nei. Af því að þá lækka ég í Sælensamil. Sko ég Dóttinu. Ég held að það sé best að tala við tæknimannin sem var hérna í síðasta þætti. Hér eru þeir Þorsteinn Vaff Einarsson og Haukur Bragason. Þetta er rosalegt. Ég kannski breyti þessu með hérna röddina, sem sagt rödd þáttarins Gísli Björgvin, við þökkum honum kjallaði fyrir, en hérna, sorry, gerum betur næst. Hann var svolítið kvefaður hérna í þessum. Hann var kvefaður samt. Heyrðu, þáttur 38, hann er farin að stað. Já, heyrðu, við erum alveg sko á sko hvínandi vondum tíma. Sólarhringsins? Já. Bara þátturinn er, en í staðinn fær fólk alveg brakandi ferskan þátt. Klukkan 11. Já. Að kvöldi. Og ég er bara, hérna, í ruglinu sko, en sko. Það er nú ekki nýtt. Nei, það er ekki nýtt. Er það nú yfirleitt? Já, mér langar að segja þér svolítið. Já. Og ég bara verða að viðurkenna, ég man ekkert hvort ég hafi sagt þér þetta. Það er nú heldur ekki nýtt. Eða hvort ég hafi sagt, sko, þér þetta eða ykkur þetta. Já. Eða hvort ég hafi talað þetta yfir höfuð. En sko, þó þú hafi sagt mér þetta, það skiptir einhver máli. Nei, það er bara málið. Ég bara veit það ekki. Nei. Eins og svo margt í þessu lífi. Ég skal bara ekki segja það. Nei, ég var hérna Ég var eitthvað. Þú ert aftur með headphone-inu öfug. Ég var eitthvað að gramsa. Snúðu þessu við. Og hérna Instagramsa? Nei, ok. Bara gramsa eitthvað. Nema hvað Þá rann upp fyrir mér. Þá mundi ég að, og ég veit ekkert af hverju ég er að tala um þetta núna. Nei. Ég bara, þetta er svolítið sem mun dættu. Ég bara fór í panik þegar ég átt að byrja þáttinn. Hérna, að ég er að fatta núna að þetta er svona næstu í trúnó. Kottu bara með þetta. Já. Herðu. Þú fattaði, þú varst að gramsa. Já. Ég sko, ég hata small talk eins og veist. Við höfum small talk. Nema, eins og byrjaði að vinnustað, svolítið síðan. Og ég er alveg sósíal, skilur. Ég vil alveg vera næs, kynnast fólki og hérna, og tengja, skilur. Nema, ég nenni ekkert eitthvað svona small talki. Nei. Þannig ég vil bara fá að vita hvað er að frétta. Big talk. Svolítið. Og þarna, fyrir þessum einhverjum árum síðan, þegar ég er þarna með einhverjum manneski og svona upplifa að við séum að tengja, hérna, fórum saman eitthvað svona í hádegismat eða eitthvað svona í fyrsta skipti. Þekktumst ekkert, vissum kannski af hverju öðru. Nema, svo erum við í þessum mat og hérna, og bara spjalla, þú veist, eitthvað. Eins og fólk gerir bara. Og það sem ég gerir sko, og ég held ég gerir þetta ennþá, ég bara veit það ekki, og ég meiri þess að fara að segja við fólk bara hérna, svona fyrirfram afsaka mig, og ég er að reyna að vera með þetta það, að þarna er ég bara að spyrja, ég man ekkert hvað þetta var, en ég spyr að einhverju spurning, hún er að segja eitthvað á yfirborðinu, þú veist hvernig það er sko. Jú. Þú ferð ekkert bara já og svo þegar eitthvað, þannig að, og ég segi já og spyr að einhverju sem er svona undir yfirborðið. Og þessi manneskja, ég man bara, hún stoppaði og sagði, nei, veistu það Þorsteinn, veistu, ég er bara ekki tilbúin til að ræða það núna, við þekkjumst ekki neitt. Hverju varst að spyrja það? Bara eitthvað sem að hún var að tala um. Bara hvað fannst þér um hafskipsmálið? Nei, þetta var eitthvað svona persónulegt líf, eða þú veist, þetta var eitthvað þannig sko. Já. Og
Hverjar eru þínar innstu þrár og væntingar? Þú veist, rólegur, ég var bara þetta var follow-up á einhverju sem að hún sagði þessi manneskja Ok. og ég gleymi þessu aldrei að því ég var svo hissa að fá svona búm, stopp Það er bara stólinn fyrir dyrnar. já, og ég bara, fyrirgefðu, ég ætlaði ekki að ganga svona yfir því að, þú veist, eitthvað svona og þetta var svo fullkomlega, þú veist, ég var ekki að og ég er búin að vera að reyna að krifa þetta ég var ekki að reyna að ná okkur völdum ég var ekki að reyna að fletta ofan af henni ég var bara í alvörunni að reyna að kynnast og tengjast og ég hef gert þetta einu sinni aftur Ok. bara, Við sömu. nei, ekki við sömu mannski Það verður svolítið gott. og það var kannski þá sem að ég svona fuck Þorsteinn, hvað er að þér? Já. Og ég meina ég fengi svona vísbendingur að ég sé hugsanlega mögulega á einhverfu rófi að ég sé hugsanlega mögulega með athyglisbrest og eitthvað svona og kannski kvatis, ég veit það ekki en ég hef ekki upplifað mig eitthvað brjálæðislega kvatísan nema hvað, ég er ákveðnum stað og ég mæti þarna einhverjum svona félaga sem er að vinna með mér og Og þetta kannski hætta bara að vinna með fólki. Mér finnst það svolítið vandamálið. Já, veistu það, ég get eiginlega ekki tala þetta eitthvað án þess að segja, ég meina, já, ég er að vinna á stórum vinnustað á þessum tíma þegar þetta gerist í annað skipti og það er ekkert endilega samskipti á milli allra, eðlilega þetta er einhver 100 manns og eitthvað og nema hvað að maður er svona ofta eitthvað góðan daginn og þú veist, ég myndi þekkja viðkomandi út í búð en við erum kannski ekki vinnir á Facebook og eitthvað og þessi aðli kemur eitthvað svona bara svona, lappar svona inn eitthvað og á vinnustæðin og svona eins og hann sé að drífa sig og er einhvern veginn þannig sko fasið á honum að frábrigði það sem að er vanalega og ég svona segi í staðin fyrir að segja góðan daginn eða hæ góðan daginn, eitthvað svona small talk bara þá segir þau, má ekki skæða segir eitthvað svona veistu eitthvað einhver helvítis hundur í þér í dag veistu eitthvað svona snúðugur sko, þetta var eitthvað þannig, þú ert nefnilega búin að segja þessu sögu sko ekki bara, hér já, jú ég bara man ekki alveg hvað að sagði hann og hann var rosalega móðgæður Haukur, ég sagði hann ekki hér jú, ha? já, Nei jú bara við byggjum hérna hlustendur sem að hafa hlust á alla þetta bara látið Þorsteinn vita að hann er víst búin að segja þetta ok, ég þarf að fá að vita hvað þetta ég held ég hafi bara sagt þér þetta í alvörinni? já ok, kemur í ljós en ég verði að það hlusta ekki allir á alla þætti áfram með söguna veistu það, ég held Haukur, ég hef sagt þér þetta hérna í stúdíunum eftir upptöku nei, jú, ef einhver getur afsannað þetta ég held að ég hef sagt Hauki þetta í stúdíunum eftir að vorum búin að taka upp eitthvað þáttundaginn ég held ekki, ég held að þetta segi þætti ok, en allavega ég segi sem stuðan hvað eru menn eitthvað streyktir í dag akkurat, steittir það er hundur í honum ég man ég sagði þér þetta Haukur ég man ég sagði þér þetta, ég hef ekki sagt ykkur þetta hvað sagði hann? já, hann var bara, nei veistu Haukur ég hef aldrei sagt frá þessu ég hef bara mann núna ég skal bara taka við sögunni hann var helviti óánæður já, hann var mjög óánæður og nú er ég bara að stoppa þessu að því ég get ekki fara lengra með þetta en sko pointið er ég var að reyna að tengjast ég var að reyna að segja eitthvað annað og ég misleið svona rakbalega í aðstæður og hann verður bara miður sín og upplifir að ég sé einhvern veginn að gaggrina útlita á honum og hann sé bara eitthvað hræðilegur og bara og ég bara það var náttúrulega bara gangandi hann eins og einhver lufsa þessi maður nei, þetta var hann það ekki en sko þú sagðir þetta þú sagðir ekkert hver þetta væri eða neitt sko ég veit ekkert það, ég er ekkert að fara að blara neinu nei, ég sagði þetta ekki en hann var óanægð með þig og þú fegst að heyra það annars staðar frá já. Þetta var bara svolítið leðilegt kom í þætti X man ekki númer sko nú er ég ekki kvadvis en mér langar bara að slökka á þessu og bara hlusta á alla þættina og svo færum við bútin inn hérna já, og svo segi ég bara við þig, Haukur nú er ég búin að hlusta á alla 36 þættina sem við erum búin að gefa út þetta var ekki neinum að þeim
og það komir hérna 50 dagur og ég bara, þetta ekki hérna Já, ég farið eitthvað já, ekki bara Djöðlar að fyndi ég að vera með Djöðlar að fyndi ég að vera með eitthvað dagsins sem ég væri búin að vera með áður ára sem ég ætla að segja En ég get nú sagt það að Þorsteinn var að finna Ég svona er ekki búin að hafa þetta aður Þetta er búið að koma sko Það er bara svo lýs Herðu, í fyrsta skipti Já, í sögu tveggja kalla þá ætla ég að koma með eitthvað dagsins já, sem að er nei, herru, það er ekki fyrst skipti þú fekkst einu sinni uppástungu þetta er nefnilega uppástunga frá hlustanda já, og hvort við getum tekið þetta fyrir í einhverju dagsins Þetta var að fara í prívatið þín nei, ég bara eitt þess út sem myndir ekki sjá þetta Hættu nei, ég man ekki, ég tók screenshot allavega þú voru að grafa inn í gömlu screenshoti Jöfull og ég fann þetta og það er nú Sólrún Svava sem að sendir hugmynd og það er eitthvað dagsins í dag og það er saga pillunar eða ákveðinna pillna í Japan af því að það er svolítið áhugavert núna er sko Japan afskaplega merkilegt land, merkileg þjóð Já, og hérna okkur finnst oft svona eitthvað frá Japan vera framandi og öðruvísi en í okkar menningu og svoleiðis og eitt af því er svona saga getnaðarvarna í samfélaginu í Japan og sérstaklega getnaðarvarna sem að tengjast já, hvað við segja, sem konan þarf að sjá smokkurinn er rosalega mikið notaður í Japan alveg bara, veist ég, hvort það var eitthvað 80% kvenna í sambandi segjast helst vilja nota smokk en það sko þú hefur nú aldrei líst talað smokkin hérna já byrju glindi ykkur Glimtur ykkur þegar ég var að tala smokkin einmitt, þessi kall sko nú kemst ekki yfir þetta sko Hvað? Þetta verður bara allt öðru hvori þettinum það bara, erst þú eitthvað að tala um að þú hafir ekkert verið búin að segja þessa sögu Ég var ekkert búin að Ég hlakka svo til þegar þú varst að geta dónið þig Já, eða ég hlakka ekki jafn mikið til þess að ég þurfa að gera það þú efast Já, nei, ég efast ekki Allavega, Já, sko veistu hvernig pillan kemur á markað? Svona sirka Þín eina sanna getnaðarvarna pilla þú veist bara 1970 Já, þetta er eldgamalt sko. Þetta er úr nálætti þetta er svona 60s svona seinni hluta og hérna og þetta er komið til Íslands bara eiginlega bara leið held ég sko Já, ok. Ég var að lesa í þetta kemur fyrir þetta bók sem ég var að lesa daginn ég held að hún hafi gerst það eigi bara að gerast eitthvað bara 60 eitthvað sko það er þetta skáldsaga þannig að kannski ekki 100% ábyggilegt en hérna sko hvenær heldur hún hafi komið að marka í Japan? Pillan? Já, ef við segjum að hún komið þarna 1960 eitthvað í svona það sem við köllum hinn vestrana heim bara svona wild guess Wild guess, sko nú þetta er svona educated guess, svona Já. grunnskóla educated, af því að ég man þegar ég var í grunnskóla læriði sko að hérna það var svona mjög strikt regla sko barneignir þannig að er ég að rugla saman Kína og Japan? Þú ert að rugla saman Kína, einbirnis áalluninni Já. Nei, veistu, ég hérna pillan á markað það er Japan Já. Nei bara þú veist bara giska Þú veist, ég flakkast á milli þess 70, 80 Já, ég flakkast á milli þess fyrir 2 árum, þú veist hvað að hún hafi aldrei komið að marka í Japan eða Já. að hún hafi komið bara þú veist, ég held nefnilega að hafi ekki verið búið að finna hann upp þannig að ég ætla að segja að hún hefur ekki farið að marka í Japan
Það er ekki alveg svo slemt Nei. en hún sem sagt, hún kemur ekki á markað er ekki leifð í Japan fyrir 1999 já, ok sem er alveg, þetta var kannski pínu sem geta að setja það svona á spot en þú veist, það er galið seint miða við þú veist, hversu innan gæðslepa þróað Japan er, skilur við að þetta komið svona seint og ég ætla að segja aðeins söguna af því ok, það var sem sagt það er svona búið að vera gegnum gangandi í japansku samfélagi að það er að sem sagt þungunarrof er rosalega algengt já, ok og hérna ég var að skoða eitthvað þú veist, var eitthvað að lesa um þessa sögu og þá talaði um að sko ein af hverjum 5 þungunum er enduð með þungunarrofi og fyrsta sem ég hugsa bara vá, djöfullega mikið maður og þá fyrir ég að reyna að finna hver er þessi tala á Íslandi og hún var bara alveg, þú veist, ekkert langt frá þessu sko, og bara eitthvað aðeinslegri þannig að hérna, já, þannig að það kannski er ekki almálið að þetta sé eitthvað ógeðslega algengt en umhverfið hins vegar er rosalega skringilegt umhverfið er þannig að þetta er ekki smá fyrirvari sumt af því sem að ég er að tala um núna er úr fréttaflutningi frá 1999 okay. þannig að sumt af þessu er mögulega búið að breytast ég bara er ekki betur að mér í hérna japanskri getnaðavarna sögu en það að ég gæti mögulega smá fyrirvari sagt eitthvað sem er búið að breytast en allavega en þú hikast þetta ekkert við að tala um það? Nei, við erum bara að kalla við erum sérfræðingar í þessu máli ég tók mér alveg hátt í 30 mínútur að skoða internetið þannig að ég er sérfræðingur í þessu máli já, ég bara efast ekkert Einmitt. Mér finnst þú ættir ekkert að vera að setja neitt fyrirvar og ekki efast neitt bara kötta þetta út já, en skal ég gera það bara sko tryggingar tóku engan þátt í þungunarrofi ok það þýddi það að þessar aðgerðir voru gífulega dýrar það var ekkert þak sem stjórnvöld settu, læknar máttu í rauninni bara setja upp það verð sem þeir vildu já það er svolítið svona rauði þráðurinn í gegnum þessa frásögn sem að er að fara að koma hérna er að sko læknar vildu eiginlega ekkert fá pilluna á markað já af því að það var svo góður business að halda áfram að vera með þungunarrofs aðgerðir þar sem að tryggingar tóku engan þátt og það var ekkert regulation um verð wow. rosalegt dæmi sko svo kemur inn í þetta hérna já, þú veist, svo náttúrulega komir inn í þetta bara menningarlegt og sögulegt sjónarhótt það er bara, þú veist nú sko í búddisma er ef við getum kallað synd en já, kannski ekki heppilegast orðið en já, þetta er svona sko þetta er hliðstæða við morð í svona ýmsum áherslum búddismans og samkvæmt sko já svona já ýmsum sögum tengdum búddisma þá getur sko andi fósturs sem er tekið í þungunarrofi eða fer með fósturláti í fósturláti, andin getur lagt bölvun á ættina og svona já og ákveðin hluti sér þetta sem ákveðin hluti trúabranna sér þungunarrof sem bara sambærilegan atburð við morð og þá er pillan orðin gífulega mikil svona ónáttúra þannig að það koma líka inn í þetta fleiri ástæður en bara þessi en ég ætla að einbeita mér svolítið að henni með læknana og svona og bara með kalla þú veist ég horfði á frétt frá 1999 sem er svona meðal annars er hérna er sem sagt blaðamannafundurinn um það þegar voru að tilkynna að sem sagt pillan yrði sett á markað á næstu mánuðum og þá voru svona þú veist, svona 70-80 kallar í jakkafötum og ég var svona að reyna að leita hvort ég sæði einhverja konu, ég sá eina í þessu, þannig að þú veist, það segir mann ýmislegt en
sko 1990 þá byrja þeir svona að ræða málin hvort það ætti kannski að fara að gera þetta. Það búið að vera mikill þrýstingur. Það eru náttúrulega alls konar samtök og félagasamtök og annað slíkt sem að þrýstir á svona hluti og það var svona að byrja að ræða þetta 1990 og svo bara veltist þetta einhvern veginn í kerfinu í 9 ár og þú veist það eru það eru, ég veit ekki 2-3 heilbrigðisráðherrar sem að bara svona eru bara með umræðina en þú eru ekki að taka á skarið sko og það er verið að treyna þetta og það eru svona sögursæknir um þrýsting frá læknasamtökum, frá læknum sem að vilja halda þessu status quo sko, sem vilja fá að vera með þessar dýru aðgerðir sem að lítið mál fyrir þá en rosalega góð peningur og rauninni bara halda konum niðri og sko í langflestum tilfellum það fór svona pínu tvennusögum að ég eftir hvað ég voru að skoða langflestum tilfellum þá er það þannig að sko kona mátti ekkert fara í þungunarof nema að vera með sko undirskrift að geta sýnt fram á leyfi væntanlegs föður og margt svona rosalega furðulegt í sambandi við svona einhvern veginn þessar aðstæður og já, ekki niðurgreitt að ríkinu, ekkert þak á kostnaði og það var svona talið upp sem hluti af ástæðan þess að læknar vildi ekki leyfa pilluna stóðu í vegi fyrir þetta og svo 1999 þá hleypir heilbrigðisráðuneytið annarri pillu í gegn á alveg rosalega stuttum tíma engar 9 ára umræður þar eða neitt þetta bara kemur og bara já, bara við leyfum þetta og þessi pilla er sett á markað á bara no time veistu hvað pilla það er? Nei, ég veit ekki Viagra Nei, ég er ekki að djóka og þá verður allt brjálað í öllum þessum aktivisma, öllum þessum samtökum sem eru búin að vera bara konum sem eru bara að fara fram á það árum saman að þeir drulli svo í gegn og að fólk geti fengið þeir sem vilja það, pilluna getnaðvarna pilluna og þeir einhvern veginn bara get ekki annað en bara hleypt henni í gegn stuttu setna þannig að það er bara kallar með lintippi sem vilja bara fá pillu núna og það er því bara redda strax það er það sem er rauninni verður til þess að verðum bara að gera það þetta er svo styrla dæmi þetta er svo típi þetta er svo dæmigert þetta er dæmigert sko en þetta í kjölfara þessar gífurlegur óánægju aðalega kvenna fyrir því að Viagra hafi þotið í gegnum ráðuneytið og verið samþykkt strax þá gerist þetta og þetta er 1999 og þá hefst í rauninni næsta barátta og það er svona daginn eftir pillan og hún var ekki fáanleg hún var bönnuð og hún sko fer í eitthvað svona sama kjaftaði, bara eitthvað endalausar umræður og alltaf vera að treyna þetta og vantarlega læknasamfélagið að reyna að halda svolítið í þessar aðgerðir sko, það sem að var eftir og hún er loksins leyfð 2011 Nei, holy shit það er rosalegt 12 árum setna en pillan já, og hún er bara leyfð bæði vegi ekki niðurgreitt á ríkinu það var rándýrt að fá hana hún var sem sagt leyfð gegn lífseðli þannig að þú þarft að gjöra svo vel að fara í læknatíma og þóknast einhverjum kallpungi væntanlega til þess að fá eitthvað reseft til þess að geta farið út í apotek og fengið að kaupa þessa morgunin eftirpillu sem að þetta þarf að gerast mjög rætt það er ástæði fyrir hún heiti morgunin eftirpilla þannig að þetta var heitir hún samt að
Já, þú veist hún kölluð þarna morning after pill hvað er svona official heitið á þessu Það veit ég ekki Nei. Og við vitum alveg nákvæmlega hvað erum að tala og svo fór fólk að reyna að koma þessu í over the counter, það er að segja bara án lyfseðils, þú getur bara að fara út í apótek og þú getur bara sagt, ég ætla að fá einu svona pillutakk og gjör svo vel og bless það gekk ekki vel það er reynt að koma þessu inn 6 árum setna 2017 í alls konar svona umræðum í heilbrigðisráðuneyti bara, þú veist, stjórnvöld og þannig alltaf í öllum þessu ferli er alltaf að koma, þú veist, við þurfum aðeins að sjá svona þeirra Gunnar í krossinum, skilur þú veist, öll sú umræði líka gangi og þú veist, þetta er svaka dæmi og önnur 6 ár líða 2023 er ákveðið að hafa reynslutíma í nokkra mánuði að hafa reynslutími sem stóðna frá 23 til 24 þar sem morgunin eftir pillan er leyfð án lyfseðils í sölu í apótekum en þú gast bara keypt hana og farið með starfsmanni afsíðis í ákveði herbergi og tekið hana þar undir hans eftirliti. Já. Og þetta var reynt í nokkra mánuði til þess að sjá hvort að konum væri treystandi fyrir þessu og svo hófst smá, þú veist, svo var þessu tímabil bara lokið og aftur ekki hægt að fá hana og svo núna í október í fyrra fyrir 3 mánuðum Sirka, þá bara, heyrðu, jú, ok þið megið þá kaupa þessa helvítis pillu jú þetta er bara að gerast núna Ertu að djóka, en veistu hvernig hún kom til Íslands? Eftir að Nei, ég gleymdi að fletta því upp já. En ég get Það hefur áhuga að vera samanburður? Já, það hefur verið það Ég geti nú bara gert það núna eða fólk sem er að hlusta Já, eða við getum byrjað næsta þátt á update Já, eða eitthvað þannig En sko, þetta veist mér alveg sturla og þú veist, þetta er líka svo mikið baráttmál fyrir bara, sko auðvitað ungar konur og líka bara þolendur sko, þú veist bara þolendur, nauðgana og álíka, skilur að þurfa síðan líka fást við þetta þetta er algjör sturlun já og mér fannst þetta mér fannst margt í þessu vera mjög svona áhugavert og svo eitthvað svo dæmigert að Viagra sé það sem að loksins kemur getnaðarvarnarpillunni í umferð Já, herru, ég bara spurði tjatta þessu Já, hvað sagði tjattarinn? Að eftir á neyðar getnaðarvörn með virka efninu Úlibristal kom til Íslands 2010 skömmu eftir var samþykkt og tekin í notkun innan Evrópu Nei, þetta var komið miklu fyrr Hún var þannig aðgengileg á Íslandi snemma á öðrum áratug 21. aldar gegn lyfseðli Nei Þetta lítur að vera lygi Ég man eftir þessu miklu fyrir sko Já, ég nefnilega taldi mig mun eftir bara upp úr 2000 sko Já Það er náttúrulega erfitt að finna allt svona á bæði erfitt að finna svona á íslensku Hún var aðgengileg án lyfseðils á Íslandi árið 2001 Án lyfseðils 2001 Ekki finna það? Gæti verið fyrir það Það er allavega Við vitum allavega þá 90 semst gegn lyfseðli 1990 Ef við ætlum að trúa tjatt Ég trúi takmarkað sko. En 2010 kemur sko einhver önnur einhver nýr valkostur ef að tjatt er ekki að ljúga En allavega En ChatGPT er hálfviti Við verðum aftur því og sérstaklega á þegar að leita í íslenskum gögnum sko. Já og líka sérstaklega Þetta er bara eins og slefandi vannviti að reyna að finna einhverjum upplýsingar á interneti Sko sumt er enda alveg frábært sko, ég skal segja það, sumt en annað þarf að taka með fyrirvara sérstaklega sko uppfærið útgáfunar ég nota alltaf elst útgáfuna 4.0 eða eitthvað hún er miklu betri eins og ég var að gera núna, fyrst gaf ég 2010 sem var nýjast útgáfun, ég bara gerði því hlíti En sko ChatGPT
sko, er ekki með konseptið tími sko. ChatGPT Við erum áttu góð því ChatGPT á frönsku er það köttur ég prumpa þig Já, en hérna einmitt sko Já, þetta að segja, er ekki með konseptið tíma þú getur ekki spurt ChatGPT, þú veist, segðu mér eitthvað sem gerist í fyrradag, af því að þú veist konseptið fyrradag er ekki til bara hvað að tala Jaha, af því að þú veist, þetta er bara apparat, þetta er bara vél sem er bara að giska á hvað kemur næst í ykkur runu skilur við en tölum við það seinna, ég ætla ekki að tala um gerðugreind já, ég er spenntur ég er náttúrulega bý með sko einum af svona topp Hlutlismat nei, já þú veist, einum af helstu sérfræðingum gerðugreind Já, hún náttúrulega er lektor í meðal hans máltækni já sem við vitum hvað er ha. En En núna veistu allt sögu pillunar í Japan Já, sko af því að ég er sérfræðingur í því Já, en það sem sagt, já, því var svo mikið svona tala niður kalla Kallar eru flottir sko Þú varst svolítið mikið að tala niður kalla Já, þetta er Valdakalla. Þegar maður skoðar eitthvað svona þá verður maður svona píri pirraður Já. Líka að sjá alla þessa gæja allir í nákvæmlega sömu jakkafutunum Já, og eru bara eitthvað við skulum ræða málinu í nokkur ári viðbútt já, sko hérna, að því að núna svona undanfarna kannski, já, undanfarin ár þá hefur mér verið hugleikið hlutur kvenna í að viðhalda karllægninni Hvað þýðir karlalægninni? það er þetta sko þegar við erum hliðhóll köllum og svona tökum þetta ekstra tillit eða höfum viðmið kallar umfram alla aðra einstaklinga umfram kynsegin einstaklinga umfram konur og svona þegar í rauninni konur gangast þessu kynjaða valdakerfi á hönd og fara í rauninni að verja eða ég var að segja að grafa undan konum almennt Og það tala kvenkins útsendara hins kynbundna valdakerfis já, Ok sem eru nokkuð margar sumar aðeins að vita það að því að ég einhvern veginn er svo næf kannski að ég stóð alltaf þeirri menningu að þú veist, konur gætu aldrei í rauninni orðið af svona hostile leikendur innan þessa kerfis Ok en síðustu ár þá bara þú veist, þær geta orðið bara eitt beittasti hnífurinn í þessu apparati að berja niður konur og kvenréttindi og svo framvegis Og eru þó ekki beittast hnífurinn í skúfunni? Ég held reyndar að sumar aðeins sé alveg ansi beittar sko Já en eitthvað litar þessi viðþorf og að því að sko einmitt, þegar að ég held þetta sé það, annarkvort er þetta eitthvað svona pick me element fá að vera með og þú veist, vera með strákunum og einhvern veginn klappa þeim á bakið og fá í staðin eitthvað annað og eitthvað svona ég veit það ekki eða að þetta líka sýnir okkur bara hvað þetta kynjaða valdakerfi er ég fann nú langt með þetta er samofið síðan stéttaskiptingu og svona öðrum ég var að segja valdakerfum bara öðrum valdakerfum að því að okkur hættir til að gera þetta einsleitt einvíta skilur umræðu en þetta er svo margslungi og samofið að konur geta líka verið kallar já, konur geta sýnt allavega karlmennsku og þær geta einhvern veginn ekki bara þurft að beygja sig undir valdið og vera einhvern veginn kúar þær geta actually orðið bara gerendur sko Já Þannig að bara mikilvægt að hafa það í huga Það er mikilvægt að hafa það í huga En ég, Já. af mínu fordómum gagnvart Japan held að sko þar erum við með eitthvað svona sérstaka next level tegund af kynbundnu valdakerfi Já, ég veit ekkert um það, ég veit ekkert um það sem að sumt menningu Japan. það sem sumt er svo
sturlað. Þú ert náttúrulega orðin sérfræðingur í sögu í Japan. Já, ég get sagt þér allt um Japan frá árinu 1999 sko ég segja. Kallar eru náttúrulega bestir. Við byrjum í keisaraveldinu. Nei, Herðu ekki bara henda okkur í trúnu eða ég eitthvað? held þessi verið að koma tíma. Jú, kallið minn. Dags komið að mér. Yes sir. Trúna dagsins Það segja svolítið. er Herðu, það tengist þessu gramsi mínu. Instagramsi. Þið varst það ekkert fyndið. Mér átt að með fyndið. Instagrams. Nei. Bara leiðilegt, sko. Sko, Hvað ert að gera í símanum, Hannes minn? Bara eitthvað. Það er Instagramsa. já, þetta er sniðut. Og hefur heyrt brandarannan sko veistu, svona seinasta myndina er svona fer í dánatilkynninguna Instagram. Já, Já, heyrðu, ég var að taka til í geimslunni ég veit það. daginn Tók eftir því. og ég var líka, tókst eftir því? Já, glemdi stiganum hann Já, upp við vegginn hann. er hann það ennþá? Nei, ég tók einhverjum sko. Nei, Örugglega. Hulda, henni var mjög umhugað um hann stig að ég sett hann að baku veggina þegar ég var að færa til. Já, Hann er kannski farinn. kannski. Það hefur gefins sjónvarsgengnum Já. sem búin að vera þar í 7 ár. sen í fyrra. Já. Herðu, ég þarf að tjekka á því eftir svona stiga sem ég heldur enda Eigum sem að- farinn. Við verum að taka hann að sjónvarsgeng eitthvað tímann. Og hvað fær hann eða? Nei, bara gefa ykkur um hann. Ok. Bara fara með hann. Já, það er þetta að fyndið. Já. Herðu, allavega, ég var að taka til í geimslunni og við vorum bara að fara, þú veist, í gegnum allt sittið. Af því að þegar við fluttum inn, þá bara henduðu draslun inn í geimsluna. Hvað? Já. Og svo hugsaðu græða þetta senna. Já. Það voru fyrstu mistökin. Já, Ég er nefnilega á sama stað. Njá, þú veist, ég veit alveg að þetta er ekki ákveðin. Allavega, þannig að við fluttum með okkur óþára mikið af drasli, samt ekki. Tengi. Allavega, eitt af því sem að ég sá og ég ætla bara að segja að Hulda lét mig fara í gegnum að því hún taldi að það væri kannski eitthvað annað sem maður mætti henda. Þá rekst ég á, við erum semst með minningarkassa fyrir semst öll börnin okkar og fyrir okkur sjálf og ég á eitt svona minningarkassa það sem ég geim bara alls konar bara úrklippur úr blöðum og eitthvað frá þeim. Já, eitthvað svona, það er í gömlum Nokia E65 pappakassa. Ok, Ég veit ekkert hvað hann er. nei, þú er ekkert farið í gegnum þetta Það er nýlega. eitthvað stær í geimslu. Ég reyndar, ekki opnað hann í 12 ár. nei, ok, sko það sem ég ætlaði mér að gera og ég náttúrulega glemdi því eins og öllu öðru sem ég bara ætla mér í lífinu, Að koma með kassan. nei, að koma með glósubók sem ég fann Ok. frá árinu 2008 í þessu minningarkassa Já. og þetta er sem sagt glósubók sem að ég skrifaði í 2007 til 8 og eitthvað aðeins frameftir þegar ég var að verða edrú Ok. og Var það þá eitthvað hluti af einhverju sporadæmi eða? já, Ok. og og ég sem sagt skrifaði þarna bara eitthvað, þú veist, ég verði edrú sko í desember 2007 og þannig er ég svona að skrifa eitthvað svona, þú veist, já, nú held ég bara að þetta sé komið gott og þetta gengur nú ekki svona lengur og eitthvað svona og ég hef heyrt að sporin séu góð og Þetta er bara dætt í 20 ári hér. já, Shit. já, ég meit 19 ára þessu ári sko og það sem ég rakst á þarna og sem að mér fannst ansi merkilegt Já. er að ég skrifaði og það er eiginlega galið með að við hvað ég er svona, þú veist, hefur hrættur sjálfan mig og svona eitthvað, að hefur geimt þetta svona lengi og ég er bara ennþá að geima þetta það er semst 8. spós listin minn þar sem að ég er í rauninni, semst ég er búinn að skrifa í sko 4. spori þá er ég búinn að skrifa gremjulista og óttalista og svo kynhöfnarlista
sem sagt, Er það allt í 4. spori? já, þá er maður svona að gera upp brestina sín og eitthvað svona Okay. og þetta er bara hérna og hérna sem sagt þegar ég sé síðan 8. spórslistan sem er í rauninni fólk sem að já, eða hlutir að stofnanir eða eitthvað sem að ég hef gert á hlut Já. eitthvað svona sem að ég þarf að bæta fyrir brot mín gagvart Já. sem sagt 9. spór Er 9. sporið að ringja í alla og segja sorry? já, svolítið Ok. já, það er svona, já, sorry með þetta eitthvað og hérna og þá, þegar ég sá hana lista sem nota benni ég semst bara gerði þetta 2008 þannig er bara fullt af einhverju nöfnum og þannig er hérna já, bara alls konar sem að ég einhvern veginn týndi til alls konar fólk sem ég hafa haft samskiptið og þetta var ekki bara eitthvað svona sem að varða kynferðishegðun heldur líka bara eitthvað svona, þú veist já, ég segi ekki bara en þetta var líka til dæmi, svo ég takk eitthvað dæmi einstaklingur sem að allt í einu og það er líka það sem að gerðist oft það var að eitthvað skaust í kollina mér eftir að ég var búin að gera þetta þannig er eitt dæmi að, þú veist, ég var bara ekkert að keyra eftir eitthvað fund og þá allt í einu bara byttinu við þessi stelpa, veitu, var ég ekki eitthvað að leiðlu við hana í grunnskóla í 4. bekk Af því að undirmeðundin fer á fullt þegar þú ert að reyna muna og skrifa niður og svo kannski kemur eitthvað bara setna kannski, og þá bættur ég við eða eitthvað ég reynda bætti ekki á listan, ég bara gerði eitthvað í því okay. ég, En þú skrifar það samt niður í þessu bók? nei, ég gerði það ekki Nú, ok. ég bara myndi þetta núna Ok. eins og heilin minn virkar, þá bara myndi þetta allt í einu bara til að taka dæmi, að þetta er ekki bara eitthvað svona já, ég hérna, var með þessari stelpu og hérna laugaðinni eða skilur, eitthvað svona Ok. En allavega þannig er semast einhver nöfn og alls konar og ég semast bara það er búið að strika yfir öll nöfnin þannig að ég er búin að hitta þau öll Nema eitt. nei, ég er búin að hitta, það er bara allt farið Og það er Sigmundur Davíð. þegar Ok, sko. hérna, sko en samt og nota bene, við erum að tala um þetta eru næstu í 20 ár skilur Já. síðan ég bara hætti að drekka og hætti svona hegðun óminnis Já. og eitthvað að þá rifjaðist upp fyrir mig þegar ég sá hana lista ákveðin undirliggjandi ótti sem bara, það er bara, hann er bara ennþá Já. hann er bara current að mögulega hugsanlega er einhver sem ég hef sært Já. og ég veit ekki af því Já. og ég man ekki eftir því Ok. og hérna og ég man sko En hvort meinaru sko sem þú áttaðir þig aldrei á að þú hefðir sært eða einhver sem þú veist á særðir en glimtir því bara? nei, bara sem ég mögulega Já. og ég bara man ekkert eftir því Og mannst bara ekki eftir því, ok. ég bara, það rekist er ekkert það bara, ég hugsa bara dun, eitthvað svona bara er eitthvað svona og bara eitthvað en allavega, og þetta er sko nána tiltekið, þá tengst þetta líka Me Too að því að í sérstaklega seinni bylgju Me Too og ég man alveg ég rætti þetta við hérna, þú veist, náttúrulega Huldu og ég rætti þetta við Hvenar var Me Too? Ég er svo lélegur með sko, hvað er langt síðan það var? sko Me Too, fyrsta Me Too er 2017-18 Ok, eða 2017 það er ekki lengra síðan. nei, en síðan náttúrulega er sko seinni bylgjurnar á Íslandi er náttúrulega 20 og ég man ekki, 20 2020 2021 Já, fyrir COVID, klálega. Erum við þá ekki með 19? 20? já, kannski, já, Ok. 1920 Þetta er ekstra þar, ok. og þá man ég að ég tek viðtal við Þóru sem var þá reistjóri Kveiks minni mig í kringum þetta tímabil þegar hún gerir þáttum leikara sem að hafi verið rekin þjóðleikhúsinu fyrir að senda af sér teipamyndir á börn Já. og hún sérst er að taka viðtal að heill Kveiks þáttur, það var alltaf vittlust út af þessu Já. að því að hérna sjónarhornið var svo þröngt og þetta var svo gerinda meðvirt og það var allt brjála Já. herðu, og ég hef bara sambandið hana strax og beð hann að koma til mín í viðtal í hlaðvarpi Kallmennskan það hafði engin fjölmiðl náð í hana það hafði engin hún hafði ekki svara neinum fjölmiðli allir fjölmiðli voru að skrifa um þetta en hún mætti í viðtal til mín og ég, Af hverju? einmitt, og það er það sem ég hugsaði að hérna, af hverju svarar hún engum
akkur ná fjölmiðlar ekki í hana og hún svarar bara e-maili frá mér og er tilbúin til þess að mæta til þess að tala þetta og ég alveg heyrði í hérna ekki kollegum en fólki svona í fjölmiðlageiranum og í baráttunni bara af hverju haldið hún sé að koma til mín og fólk og ég held ennþá reyndar að hún hafi bara valið að hún vildi tala við í rauninni fólki sem þetta varðaði og ég meina á þessu tíma var ég náttúrulega með mörg þúsund hlustendur og það var að megninu til fólk sem var svona jafnrétt stengjandi þannig að hún kannski bara valdi krátið sitt eða kannski, og vissi og vildi kannski bara fá að láta sína frásögn telja, en ekki fá einhverjar það var líka það sem að hérna var svona grunnsendirna sko að hún bjóst við því að hún geti svona manipulerað viðtalið af því að nú er ég bara þarna eitthvað þannig sé nýlega kettlingur og eitthvað, nema það sem hún kannski vissi ekki að ég er náttúrulega með þráhyggju fyrir hlutum og reyna að gera það á eins vel og ég get ég var sko búin að heyra í bara rannsóknarblaðamönnum og ég var búin að undirbúa mig svo ógeðslega vel að ég meina fólk getur bara kíkt á þetta ég held að þetta sé eitt besti þáttur sem ég hef stýrt á ævi minni og ég bara, þú veist, bara gekk á hana og hún bara hikaði og stoppaði og hún gat ekki svara nægilega vel fyrir þetta allt kallmennsku dæmið er ennþá bara til podcastum og getur fólk fundið þetta bara með að skrifa Þóra Arnórs örgulega, kallmennskan allavega, hérna þetta hún ekki þetta sem ég ætlaði að segja heldur það sem gerist eftir á það er að hún segir, herðu, ég er að undirbúa hérna að því að það var allt vitlaust þá var hann að undirbúa svona MeToo málþing í Kveik þar sem hún ætlaði að fá til sín sérfræðinga til þess að tala þú veist, gefa í rauninni annað sjónarhorn eftir hennan hrikalega Kveiksstátt og hún segir, ert þú kannski til í að koma í málþing hérna, pallborð og ég segi ég er alveg til að hugsa það og þá eitthvað svona, ég er enda búin að hugsa hérna annan og fá opið eitthvað svona og þá bara fatta ég og ég, þú veist bara, ég hugsaði ég held að ég ætti ekki að fara í þetta og segi henni ég bara vill ekki ef að hugsaðlega mögulega einhvern svíður undan mér þá vill ég ekki vera þannig í þessu pallborði og einmitt, og ég hef líka þú veist, þarna einmitt, þetta er 21 eða eitthvað og svo bara gengur þetta lengur, skilur og ég er náttúrulega með kallmennskun og ég er ofta að tala um ábeldi og gerindur og kallagni og allt þetta og náttúrulega búin að koma í endalaust af viðtölum og bara nafnum mitt er búið að vera út allt og þú veist, með þess að fyrirsögn það sem að stendur, þú veist, ég er hérna ég er ekki ábeldismæður þó þessi gerandi og þú alltaf meðan ótta svona bak og er alltaf þennan svona hugsanlega mögulega kannski þetta er svona pínu, sko ég líki svo við eitthvað þá er þetta svona pínu eins og þú veist, ég fer á djammið fer og fæ mér nokkra bjóra og kannski verð svona smá drukkin og svo vaknaði þetta þær eftir og svona við fórum þannig að vorum að gera þetta og ég myndi þetta svona en það var eitthvað svona glips sem að ég myndi ekki alveg nákvæmlega þetta er svona þessi tilfinning og ég meina, og aftur, hún er þarna enn og ég segi bara við hana, ég held að ég ætti ekki að vera þarna og hérna það er bara þessi ótti og ég tala þetta við, hérna ég mitt Ólufutöru og hérna örgla Tönju og svona fleiri öfgum og hérna, og bara vinkonur okkar sem að hérna eru í baráttunni og hérna og þú veist og það er svona segja í rauninni sko, ef að það væri eitthvað ef það væri eitthvað miðað við bara það sem hafi gengið á heldur að það væri ekki einhver búin að finna það eins mikið og margir vilja sko á þessum tíma allavega cancela mér, þakka niður í mér þú veist, myndi ekki einhver vera búin að reyna að finna einhvern, ég meina það var reynd að búa til sögur, fattur þú, manstu eftir því? Já, allavega Allar einhvern tímann að taka það fyrir hérna eða? Ég er ekki að byggja það núna sko. Já, ég get það ég held að vera áhugavert Já, við getum tekið það Gæti verið svo lítið kannski næsta þetta ef þú vilt Herru, allavega, hérna eða næsta trúnu eða eitthvað En eitt varandi þetta sko, samt er það oft þannig finnst manni einhvern veginn
að hérna það kemur upp eitthvað svona eitthvað sem allt í einu orðin stjórnmálamaður allt í einu, eða bara búin að vera stjórnmálamaður bara mörg ár þá kemur upp eitthvað mál, bara frá árinu X, eitthvað, bara eldgamalt og, og þá maður bara eitthvað svona býtu, hvernig var enginn búinn að tala þetta opinberlega fyrr? Nú bara næra óttaði Já, ég var að segja já, meinar, það gæti alveg liðið lengri tími Stundum bara eitthvað og var þessi kall bara búinn að vera í þessu bara í 20 ár eftir að eitthvað X gerðist, skilur Það alltaf að koma eitthvað svona Nei, sko, það sem að mér finnst hvað ég segja, verst í þessu þú veist, þetta dregur ekki úr sko, þetta dregur ekkit úr sannfæringunum minni en það, þessi efi og þessi efi hvað ef að það einhver sem er actually sár og bara þú veist, bara worst case, bara ég braut á skilur Já. Hvað ef það er upplifun ekkert upplifun, reynsla einhvers þú veist, það er bara hvað ef ég er svona 95% viss Er þess að menna sem þú manst ekki eftir sögum þess að þú varst út úr heiminum á þeim tíma Er það að meina það þannig? Nei, það veist nei, ég er eiginlega ekki að meina það þannig sko, ég meina ég er eiginlega bara meir að því að ok, sko, þegar ég drakk og hérna og var upp á mitt, ég ætla að segja versta að þá var ég að notast við örvandi efni Já. sem þýðir að ég fór aldrei í blackout Ok ég var bara alltaf hyper og bara góður á því sko. En þú varst að tala á hann eitthvað Þú veist að bara, þú veist, við fórum eitthvað þanga og svo vantar eitthvað smá Já, þannig að það er alveg þannig að það eru glimpsur hér og þar en í það heila, þú veist, ég get núna, þá get ég alveg rifjað upp bara, þú veist, einhver fyllir í það sem að ég var bara alveg út úr því og bara eitthvað í ruglunu ég man samt sirka allt kvöldið þó ég mun ekki bara alveg eins og ég man ekkert hvað ég ger í gær alveg nákvæmlega, sko Bara enga veginn Nei, skilur, þannig að ég er 95% að það er ekkert sem að, hvað ég segja ég á óuppgert gagnvart einhverjum eða einhverji en það er bara þessi efi Já, ég held sko og þetta er játning sko, þetta er bara játning en ég er að segja þetta út af því að ég held að það séu margir kallar sem að búa við þennan ótta, sem búa við þennan efa hvað ef að ég eitthvað og sko, og það er bara hluti af því að axla ábyrgð vil ég meina og kannski er bara eitthvað svona eitthvað að verja sjálfum en ég meina mér er drullu sama, ég í alvörinni bara þú veist, já, ég fagna því ef einhver líður hérna þannig að það hefur þá reynslu af mér, þá bara myndi ég fagna því, bara raunverulega að viðkomandi myndi finna réttlæti í því að tala um það ef svo væri og ég segi það í alvörinni af því að það er einlæg von mín sko að við getum breytt þessum kúltúr þar sem að kallar eru bara eitthvað það má ekkert lengur og þessar helvítis kettlingar og í rauninni næra bara ofbeldi og yfirlæti og viðbjóð og klausturstal og eitthvað svona kjaftaði leiðin er í gegnum eins og ég túlka það og hérna ein sem er doktor Rannveig sem er hérna doktor í kynjafræði hún kynnti mig fyrir hugtakinu svona ég man ekki hvernig maður segir að skeiving masculinity er svona hælsæris kallmennska sem að er pínu þetta sem að ég hef verið að lifa í, það er að segja alltaf að reflekta á mína eigin kallmennsku og þetta bara, þú veist, það er hælsæri þarna þú veist, ég er einhvern veginn alltaf myndur á já, það bara, ég held samt bara áfram skilur og það fer aldrei hversu mikil kallremba ég var það fer aldrei hversu forundafyrtur ég var það er alltaf það er svona pínu þetta það sem ég ætla að segja áðan er sko án þess að ég sé að gera lítið úr því sem þú ert að segja eða tala það niður þá held ég að það séu rosalega margir kallar með svona svipaða pælingu
en kannski ekki tengt þeim aðstæðum sem þú ert mögulega að tala eða þitt low líferni sem við vorum að fara inn á annan tíma sem við vorum að tala um þegar þú varst að tala um áðan sko. Þú veist, eins og hjá mér þá hugsa ég meira sko, hvað ef ég var á þeim tíma þú veist bara sem ég var bara einhvern 19 ára hálfviti sem ég var skilur hvað ef ég hafði svo lítinn skilning á einhverjum mörkum eða hvað sem var í gangi að mín upplifun bara ljósár frá upplifun einhverjar stelpu það er það sem ég óttast sko. Já, sem er eiginlega sama sko. Já, og þá fer maður að hugsa bara eitthvað svona þú veist að ég veit að ég var sko algjör hálfviti skilurðu en maður veltir þessu fyrir sér sko veist, var ég það mikill hálfviti mögulega að mig grunaði aldrei neitt í einhverju eitthvað tilvik eða eitthvað svona og þú veist en kemur það þá kannski einhver tíma þú veist, ég held að þetta sé alveg svona ég held að þetta sé algengur ótti hjá kallmönnum sem eru búnir að ganga í gegnum eða eru að ganga í gegnum þann fasa eða ferli sem að við höfum báði gengi í gegnum sem bara að reyna að vera betri menn og reyna að átta okkur á því hvað þú veist hvernig heimurinn funkar á svolítið öðruvísi en við heldum á tímabili sko. Já, ég held sérstaklega bara menn sem fóru á kynþroska fyrir MeToo skilur höfðu einhverja reynslu af ég var að segja kynferðislegum samskiptum fyrir MeToo að því ég man bara þegar að MeToo er í gangi 2017 þá var ég að vinna í félagsmiðstöðgera og ég man bara þegar allar þessar sögur voru að koma fram þú veist hvernig allir kallkyns samstagsmenn og kvenkyns það var bara kallkyns kvenkyns þá sem ég var að vinna með voru bara holy shit sem svona, wow, ég hef ekki pælt í þessu já. Bara wow, býtu já af því að við vorum svona pínu að varpa ljósi eða bara þolendur voru að varpa ljósi á svona hefðir og venjur og viðmið og eitthvað sem að bara einhvern veginn var látið slæta sem var náttúrulega bara kynferðisofbeldi skilurðu og ég gleymi því heldur ekki þegar bara venjuvætt ofbeldi í nánum samböndum algjörlega og bara á mörgum levelum sko. Já og ég meina þú veist og eitt svona vægt dæmi sem að þarf ekki að vera kynferðisofbeldi en það er sko ég meina á Íslandi til dæmis var nauðgun innan hjónabands ekki talin glæpur þú veist, ég held að séu sett lög 94 eða eitthvað á Íslandi það og þannig að arfleiðin að því náttúrulega lifið miklu lengur heldur lögin eru sett þannig að þetta sem að við þekkjum bara reynslega með ungmenna rannsóknir á Íslandi frá bara upp úr 2020 sína hvernig kynlíf og þetta svona kynlífshandrit bara ungmenna á framhaldsskólaaldri er ennþá þannig að það er á forsendum drengja þar að segja gagginett kynlíf er á forsendum stráka og stelpur sem að eiga stundakynlíf með strákum það eru upplifað þær þurfa að þóknast þær þurfa að feika þær vilja að ljúka þessu af þær eru ekki að njóta, þetta er ekki að þeirra forsendum skilur, þannig að þessi valda tengsl þessi í rauninni það sem að ég ætla að segja greiðir götu ofbeldis það sem að býður upp á ofbeldi þetta ójafna viðmið sko ákveðs forsendum á kynlífið vera það er ennþá í ungu fólki þannig að hvað þá hjá fólki sem bara var brjálað út í MeToo og bara tók ekkert út úr því Akkurat. heldur bara áfram að krefja kynlífs á hverju kvöldi og jafnvel var það til þess að þau hnussuðu og fóru meira í hináttina og nú er heldur betur komin svo tími þar sem að þeir sem hnussuðu hvað mest geta nú aldeilis bara að góðs en tíð bara vaðið uppi eins og þið sýnist en í stuttan tíma held ég veistu að ég held í alvörinni
að það sé eitthvað að breytast. Ég sko við höfum talað um þetta áður. Nei, ég hef verið mjög neikvæður. Já, nei sko ég hef verið svartsýnni en þú þegar við höfum verið á þessum nótum. Já. En ég núna þá ég farin að sjá svona einhverja svona vonargleitu sko. Já, ég farin að hugsa núna bara, jú, ég veistu það ég held að ég sé farin að sjá svona að þú veist þetta bara þetta bara einhver stuttur sólmyrkvi sem við erum stödd í sko. Já, ég veist að og svo bara förum við að sjá aftur til sólar. Veistu að ég ætla að taka undir þetta og ég held meira þess að við séum bara að tala á þessu ári. Já. Þá gætu við fara að sjá í rauninni eitthvað vera að breytast. Já. Og ég held að þessi svona ömurlegasta sviðsmynd hvað varðar bara orðræðu og umræðu jafnréttismál og mannréttindi og konur og hinsegin fólk. Ég held að það verði eitthvað stórt sem gerist á þessu ári og svo munum við sjá að svona í lýðræðislegum kosningum að þá förum við að sjá í rauninni þessa hægri fasista bara hverfa sko aftur. Þetta var liðurinn völva dagsins. Já. En takk fyrir þetta, ég var að skella okkur í hlustanda. Já, gerum það bara. Ég er með smá svona bestskjölduna þingu einhvern hvað lítill í mér bara. Berskjöldunar þingu. Hefur ekki hýrt það þér? Nei, þetta er þekkt fyrirbæri sko. Heyrðu, þetta vinkun okkar. Hún hefur nú sendt inn 2-3 miða áður. Já, hún Olga Björt. Já, hún er ekki gott fyrir okkar vestu á TikTok. Nei. Sem að vilja meina við sem bara búa saman með það til. Eða það sé einhver einn sem að sé bara að senda. Ótrúlegt hvað fólk hefur verið að senda inn á þessu drasli. Já. Ég skil þetta ekki. Við höfum ennþá helling. Og við gleymum einhverju sem við ætlum að segja í upphafi. Og gott að segja það núna. Já. Svona þegar ég set 5 mínútur af stað. Af því að ég endi skildi upphafi skoða, eins og segir. Það að við byggum til svona umræðu grúpu. Það ætlar að hafa tikki í gangi að við erum byrjaðar á miðanum. Lest þetta. Umræðugrúpan fyrst og svo tikku við. Ok, sorry. Herru, við erum með umræðuhóp. Við klippum þetta allt. Nei, við gerum það ekki. Á Facebook. Hann er nýr. Já, bara, það er ekkert plan. Það er bara, ef við ekki gera það? Jú, gerum það. Allir krakkandir eru að gera þetta. Já. Hann heitir 2 kallar umræðuhópur. Já, svo frumlega nafn. Já, og það er hægt að finna hann á Facebook. Já, hann er með svo public. Hann er public og ég vona að Facebook líði undir lok fyrir en síðar, en þanga til. Já. Þá erum við þar. Þannig að bara umræðuhópurinn 2 kallar, þú veist, það það við verðum með eitthvað djöfisrugl í gangi hann og... Já, nei, mér er bara gaman. Og fólk getur líka bara, tekið, ef þú vilt tala út frá einhverju sem við erum að tala. Bara welcome. Af því að við erum, þó að sem fyrst ótrúlegt, þá fáum við alveg nokkur skilaboð ég ætla að segja á viku það er ekki daglega, jú við fáum sennilega skilaboð hverjum degi. Ég myndi segja með 1-2 á dag cirka. Ég tjekka nú alveg stundum. Ég sé nú kannski ekki alveg allt en allan ekki það sem þú dílítar. Ég eði svo all út fyrir þig sko. Og það er oft sem að fólk er einhvern veginn svona í tjáningaþörf vill einhvern veginn svona halda áfram með umræða að fara dýpra eitthvað. Ég meina, þannig að bara það er geðveikt að gera það í grúpunni. Það var þetta vettfangur fyrir það. Og svo náttúrulega er fólki að sjálfsögða áfram velkomið að senda okkur prívatskilabóð á Instagram eða vilja. Herru, tikkið. Hversu ríkjandi teljið þið að styðjandi kvenleiki innan sviga Pick Me Girls sé meðal valdhafa og hversu og hvernig hamlandi áhrif hafa þær á jafnréttisbaráttu. Vá. Þetta á líka við stjórnendur fyrirtækja og stjórnmálakonur á öllum stigum vítt og breytt. Ég náttúrulega var að áarbæta þess þetta kemur svolítið inn í þessum talum aðan. Það er skemmtilegt. Já, ok, hún orðar þetta líka þannig þetta er ekki bara stjórnmálun, þetta er líka svona stjórnum fyrirtækja. Já. Og hversu ríkjandi við höldum að þessi styðjandi kvenleiki. Styðjandi kvenleiki, bara svo útskýra örstutt. Styðjandi kvenleiki, hann í rauninni hann vinnur
hvað að segja, hann er á forsendum sko þessara ríkjandi kallmennsku og ríkjandi kallmennska er þessi kallmennska eða tegund af viðþorfum svona hugmyndapakkanum hvernig alvöru kallar eiga að haga sér styðjandi kvenleikin, hann svona hlær með veist, hann er með í partíunum það eru konur sem að taka þau upp þennan kvenleika sem að í rauninni gerir köllum kleift að eiga sviðið á meðan að mengandi kvenleiki það er svona róttöku feminísku konurnar, það eru rauðsokkurnar það eru konur sem að segja bara hei, ég bara kann ekki við þetta, eitthvað svona bara þannig að fólk sé með á nótunum hversu ríkjandi höldum við að þetta sé í svona efstu þrepunum eða ekki? Meðal valdhafa og hversu skástið hvernig hamlandi áhrif hafa þær á jafnréttisbaráttu. Ég hef náttúrulega bæði rannsakað þetta bæði á vinnustöðum og svo hef ég líka bara lært þetta fræðilega og þá ætla ég álíkta út frá því að ég held að konur sem að eru einhvers staðar í valdastöðu þær verði að beygja sig undir valdið ekki bara þetta kynjaða vald og sína styðjandi kvenleika þær verða einhvern veginn að þóknast valdinu sem er ríkjandi á einhvern hátt af því að annars kæmust þær ekki til valda annars gætu þær ekki viðhaldi völdunum vegna þess að þær eru gerðar ómarktækar og óvinsælar og það vill enginn hafa þannig í æðstu stöðum og þá er ég að horfa á sko stjórnir fyrirtækja og ég er að tala svona stjórnundur á vinnustöðum sérstaklega þegar konur stíga inn á karllega vinnustæði þannig að ég held að það sé bara næstuði algilt að þar verða einhverju leita að beða sig undir þetta vald hins vegar veit ég örfá dæmi það sem að konur eru svona að velja sér slagi konur sem að hafa lifað tímana tvenna eru komna kannski yfir 50-aldur og eru búin að vinna sig upp og eru búin að svona þjónka valdinu og þar eru komna svona í ágæti stöðu að þá þora þær að bara, herðu, nú bara förum við inn í bara, inngildingar bara pakkan, tökum hann allan inn þú veist, ég er að sjá þetta og ég er bara álíkta núna ég er að sjá þetta, ég sá þetta hjá Landspítalanum ég sá þetta á mjög karllega vinnustað sem ég ætla ekki að nefna þar sem að konur sem eru komnar yfir ákveðin aldur segja bara, herru, nú ætla ég að beita mér þannig að ég ætla að segja þessu hingað ekki lengra já, ég ætla að segja þessu einstaka konur sem taka upp innan mengandi kvenleika og beita valdinu sínu með jafnrétti í sinni valdastöðu en lang flestar í valdastöðum þær þurfa að beygja sig undir styðjandi kvenleikan og þar með hið kynjavaldakerfi til þess að sjálfa lifa af og hefur þetta hamlandi áhrif á jafnréttisbaráttuna? 100% bara bæði innan þessara staða og svo náttúrulega bara ferða eftir í hversu hátt í valda þrepinu þar eru samfélagslega upp á hvað áhrif þar hafa því að talsmátin, orðræðan þeirra hefur ákveðið svona lögmæti þegar þú ert í mikilli valdastöðu því meiri valdastöðu, því meira vægi hefuru á orðræðina, eðla og svo náttúrulega líka bara til tækifæri sinnar, kallar og konur og alls konar sem að hoppa á ýmsar vagna orðræðu og nú að þeim sveiflast eins og vindhani eftir ríkjandi straumum djöfull var ég fljótur að koma þessu frá mér ég er bara búin að hugsa hvenær kemur búmmið sko. við erum að tala um það 30 sekundur eftir og ég er búin að tala þetta er alveg hefi stöf sko, sem Olga er að henda á okkur en hvernig fannst þér? Þú er 20 sekundur mér finnst þetta bara gott sko ég hef einhver við þetta bæta sko og ég hefði líka bara þurft svolítið meiri tíma til þess að pæla í þessu sko kannski erfitt að það var náttúrulega einhver annar mikrokennslustund í einhverjum hugtökum úr kynjafræði skilur jú og hver nennir því einhverjum fróðu fræðum djöfusins hvað kettlingasport úr háskólanum heila þóttur og innræting ég held að myndir enda þættin þannig